Hæ og velkomin í þátt 8 af Bleik Flögg podcast. Fyrir ykkur sem að viti ekki hver ég heiti Alexandra eða kölluð Lexa hér á samfélagsmiðlum. Og ég official podcaster, ég certified yapper. Ég búin að vera svolítið að ghosta þennan miðil hérna, ég biðst afsökunar það, en ég hef bara haft sturlaðislega mikið að gera eins og vanalega, en núna hefur það bara verið, dagarnir mínu eru bara go, bara frá því ég vakna þangað til ég fer að sofa. Þannig, ef þið viljið fá smá live catch-up, ég man ekki einu sinni seinast þegar ég gerði þátt og það hafa meira segja það hefur verið fólk að koma upp að mér og spurt mér bara, where is the next episode? Og ég lofaði að ég myndi taka upp helgina og ég er búin að plana 3 þætti á einum degi. Þannig að þá kemur aðra hvora viku 3 sinnum í röð þáttur. Þannig að ég vona að þið séu ánægð með það og ég ákvað líka að vera bara með þennan litla mæk hérna sem að fylgdi með myndavélinni. Af því ég ætlaði bara að létta með lífið. Núna mækinn tengdur hérna myndavélinni, þannig ég þarf ekki að klippa þetta manually saman í stað fyrir að vera að halda mæk. Mér finnst það samt cutera, skilurðu, en þetta alltaf í lagi svona, ég bara aðeins að létta með lífið, þið fyrirgefið mér. Hljóðið líka þá bara á sama tíma á myndin, ef það eru einhverjir að horfa, það hægt að horfa bæði á Spotify og YouTube. Og hundurinn með mér hérna, en hann vill bara ekkert vera on camera, hann svolítið camera shy. Og já, smá life update, ég komin í íbúð samt sem að ég var í á hinum þáttunum, en við erum búin að breyta algjörlega, þannig að þetta örugglega að fara að vera svona core bakgrunnurinn núna, ég hef aldrei verið með sama bakgrunn held ég í neinum þáttum. Ég að fara að fá gestinga til mín og eftir fyrir næstu 2 þætti og þá verðum við cozy hérna á sófanum og ég ákvað að hafa svolítið svona cozy vibes, bara því að ég deyju kulda, þess vegna ég með teppi hérna á mér. En þessi þáttur snýst eins og sjáið í titleinu, manifestations og markmið og bara að channel your inner it girl, af því að þetta eitthvað sem búið að vera svolítið í gangi hjá mér. Ég elska hvernig þættinni mínir snúast alltaf á hvaða stað ég í lífinu. Ég gerði eitthvað crash out þátt, ég gerði 2 þannig held ég, low-key, af því að babe hefur verið að crasha out nýlega, sko, þetta svolítið erfitt líf hérna. En mjög skemmtilegt, gott að vera með jákvætt hugafar og það einmitt eitthvað sem ég in this moment, as we speak, að hugsa mjög mikið jákvætt hugafar af því það skiptir svo sannarlega miklu máli. Þannig já, topic eru manifestations, markmið, it-girl energy og bara, ég mun jappa þetta svolítið mikið held ég. Þannig að let's just get straight into it. Sko, ég gerði research fyrir þennan þátt, þannig að ég vona að þið séu ánægð með það, en hugtakið manifestation tengist oft law of attraction, en það síðan 19. öld frá hérna New Thought hreyfingunni sem að ég hef ekki hugmynd hvað ChatGPT klötsaði með þetta en þetta ekkert voða useful, en vísindalega séð snýst þetta líka Reticular Activating System, inn í svega RAS, í heilanum. Þegar þú hugsar eitthvað markmið, byrjar heilin að taka eftir tækifærum tengdum því, sem að mér finnst þetta alveg áhugavert, af því að þetta svo satt, þú veist, ég verð núna að segja ykkur dæmi manifestation hjá mér. Þið vitið að ég vinn í búð í molli hérna á Íslandi, einum af 2 mólum hérna, og ég bara ein þar allan daginn, þannig ég bara ein að tala við mig sjálfa og þetta var ótrúlega fyndið. Það var einn dag sem ég bara lokkaði inn, ég deldi út e-mailum á fyrirtæki að vinna fyrir þau og ég var bara, peningurinn að koma, peningurinn kemur og ég var dead ass, bara in my manifestation era. Viti menn hvað kemur, hvernig skilabóð ég fæ deginum eftir.
þetta var ekki það sem ég sendi e-mail á. Ég fékk bara boð að sjá samfélagsmiðla, að gera samfélagsmiðlu, gera myndbönd fyrir samfélagsmiðla, fyrir fyrirtæki og með alveg góða upphæð og þú veist, ég þarf í raun ekkert að vera fyrir frá myndavélina. Og ég var bara, ertu ekki að djóka? Þannig að þetta er svo skrítið að ég fékk þetta boð deginum eftir að ég var bara, þetta er að koma og þú veist, ég genuinely trúði því. Og ég sá viðtal við Írisi Líf, Íris Fjármála, og þið vitið hver það er, ef ykkur að hlusta á þetta, þá verðið þið að vita hver Íris Líf er. Hún var í podcastþætti hjá Óskar Breka, low-key, ég þurfti að fá hana hingað sko, en allt í góðu. Hún var að segja bara að hún gerir þetta, hún er bara alltaf að manifesta og hún sagði að, þú veist, þetta virkar af því að tækifærin flæða til hennar, peningurinn flæðir til hennar, af því að hún bara veit að hún er að fara að fá þetta, skilurðu. Þetta er svo mikið mindset og mér finnst það geggjað og þegar maður fer actually að interpreta þetta í daglegt líf, þegar þú ert bara að fara að sofa eða vaknar eða bara ert að gera eitthvað midday og ert genuinely trúir því að það er eitthvað að fara að koma your way, þá er það einmitt svona, þú bara eins og stendur, heilinn tekur eftir tækifærum, tengdu þessu sem þú ert að manifesta og auðvitað eins og Íris Líf sagði þessu podcasti að þú veist, maður getur ekki bara farið upp í rúm og sagt bara já, tækifæri koma og bara legið upp í rúmi alla daga, skilur. Maður þarf að taka eftir tækifærunum og gera eitthvað í þessu til þess að genuinely, þú veist, eins og ég var að gera, ég var að sækja störf hjá fyrirtækjum á e-mailum. Þannig að þú veist, þetta er ekki eins og ég sé ekki að vinna að þessu, það er sem bara tilviljun, þetta er ekki tilviljun samt, þetta er bara að því ég manifestaði að fá pening, að fá tækifæri, að ég fæ skilaboð sem var ekki tengt neinu sem ég var að sækja ótrúlega skrítið og núna er ég með 2 fyrirtæki á svona hold, þú veist, ég er að fara á 2 fundi í næstu viku út af því að ég sóttist eftir, ég bara veit að hvað ég er að fara að gera og það líka, ég hef verið að skrifa í mína, ég hef verið að, ég hef verið að skrifa í þessa bók, þetta er my whole life inn í þessari bók, þetta er heilinn minn í blaði og ég skrifa bara, þú veist, ég er fucking delusional, þið vitið það, þú veist, kannski vitið það ekki, en ég er delusional, ég ætla mér bara allt, ég ætla að vera heimsfræg, ég ætla að vera rík, ég ætla að gera þessa góða hluti, eða þú veist, bara þessa skemmtilega hluti, skilur, ég ætla að hafa samfélagsmiðla sem vinnuna mína, af því að ég vil ekki vera föst inn í einhverju verslun, eða vera þjóna einhverjum, eða vera elda fyrir einhvern, eða whatever, ég ætla að búa til content sem er að fara að hafa annarkvort gagnleg áhrif eða bara eitthvað, skilurðu ekki gagnleg áhrif eða, veist, það er svo sem svolítið mitt, ég er ekki beint að kenna ykkur sparnaðatips eða heilsu lífstips, ég er bara hver önnur stelpa að deila lífinu mínu á samfélagsmiðlum og sérstaklega TikTokið mitt er voða mikið bara svona að doomskróla. Ég gefi ykkur samt alveg stundum eitthvað svona useful information. Vona ég. Núna því ég fyrir að hugsa það, er ég að gera það. En anyways, podcastið mitt er miklu meira useful af því að ég hef líka fengið svo góð comments og bara skilaboð þættina mína, bara eins og crashat þættinni mínu, ég var bara, hvað er ég að posta þessu, þú veist, þetta er bara ég að væla, hver er að fara að nenna að hlusta á þetta, en það voru genuinely nokkri sem að senda á mig, voru bara, takk kærlega fyrir að deila, bla bla bla, ég er á nákvæmlega sama stað og það er markmiðið mitt með samfélagsmiðla, er að bara vera so real with y'all, og ég var að hitta eina stelpu, influencer, áhrifavald, og
ég var eitthvað, hvernig, þú veist, hélstu að ég væri svona, hélstu að ég væri eitthvað öðruvísi, bla bla bla, hún bara, þú ert bara nákvæmlega eins og ert á samfélagsmiðlum, ég var alveg bara, þú veist, bara, þú ert nákvæmlega eins, og ég var bara eitthvað, ok, geggjað, af því það er það sem ég er að reyna, að reyna að vera bara ég, og ég er ekkert einhver, þú veist, stelpa sem að fær samstarf hjá Nova, fær frían síma og fær bíl frítt hjá þessu bílafyrirtæki og peningur rakkarinn, skilur, ég er bara stelpa, ég er bara 18 ára stelpa, flutta heiman, veit ekki raskat hvað ég er að gera. Ég er bara trying to live life og reyna bara að lifa því eins skemmtilega og ég get án þess að gera kannski of delusional hluti akkurat núna, skilurðu. Ég er einn daginn að fara að geta fengið meiri pening heldur en ég er að fá frá vinnunum minni, dagvinnunum minni. Ég er einn daginn að fara að flytja frá þessu landi, gera enskt content og vera bara þekkt, skilurðu, og kannski vera með artist, ég er kannski að fara að vera söngkona, skilurðu, þú veist, ég er að fara að gera eitthvað meira heldur en ég er að gera right now og ég er að vinna að því svo hart right now. Vá, hvað ég eru í alvörunni að fá bara my raw thoughts right now. Og mér er drullu sama ef það er eitthvað að hlusta og bara vá, hvað þessi gælla er delusional. Ég er að manifesta þetta, ég hef drauma og ég er að vinna að þeim. Þannig ef að þú sem að ert að hlusta hefur einhverja drauma og ert bara ég er fucking delusional, hlustaðu á mig. Ég er hver önnur stelpa frá Höfn í Hornafirði sem að ætla mér allt. Ég ætla að verða frægur content creator sem að býr í eitthvað staðar, þú veist, Bandaríkjunum, Bretlandi, Danmörku, whatever, að tala á ensku á samfélagsmiðlum. Það er síðan næsta steppi, sko, y'all are not ready. Ég er að fara að rebranda leið og ég get, þá er ég að fara að byrja með enskt. Ef að einhverjir íslenskir vilja ennþá íslenskt, þá sé ég hvað ég get gert, skilur, en ég veit ekki alveg hvað ég gerir, hvort ég breyti TikTokinu mín núna íslensku yfir í enskt eða búið til nýjan. Ég er að fara að byrja á YouTube, ég kom með 2 vídeó sem ég þarf að edita núna, en ég ætla mér svo miklu og ég vil að þú segir það upp átt núna. Ég ætla mér meira, ég ætla mér allt. Þú ætlar þér allt, segja það upp átt. Þú ætlar þér allt. Ég ætla mér allt. Og við erum að fara að achieve our goals together. En þá skulum við núna ekki, eftir þennan þátt, hugsa, ég ætla mér allt, fara síðan upp í rúm að doomskróla á þessum sunnudegi. Ok, ég samt posta svo þriðjudegi, en þið veitir hvað ég meina. Þið ætlið að skrifa niður drauman ykkar. Bara, það má vera delusional. Þú veist, því alvörunni, mér finnst bara vera ómikil pressa að fara the safe route. Það er ekkert gaman að lifa einhverju safe route að eilífu, skilurðu. Safe route og þú ert ekki hamingjusamur, skilurðu. En að vinna að draumunum og ná þeim, þú veist, það getur alveg verið og nærði ekki, en þá reyndirðu og þá hefurðu gaman in the process, skilurðu. En þú ætlaðir þetta. Maður þarf ekki að hugsa að þú nærði þessu ekki, skilurðu. Maður á alltaf að búast við það besta. Vá, hvað mér líður empowered right now. Og ég vona að þið gerir það líka. Af því að við ætlum okkur allt. Ok. Það er sannað að visualization, til dæmis að sjá fyrir sér sigur, hjálpar íþróttamönnum að standa sig betur, sama á við markmið í lífinu. Þetta er basically bara það sem ég er búin að segja. Og líka þið getið skemmtilegi hluti sem mér finnst gaman. Mér finnst ótrúlega gaman að kaupa mér eitthvað sæta bók í Tiger, skrifa my hopes and dreams, skrifa allt niður. Það er allir alltaf eitthvað bara af hverju ertu með þetta á blaði, þú veist, af hverju ertu ekki með þetta í símanum, bla bla bla, ég veit ekki. Mér finnst bara eitthvað svo cute að vera romanticise það. Ég er að skrifa í þessu litla pastell fjólublári bókin minni. Skrifa niður bara allt. Það er allur heilinn minn og allir dagarnir mínir eru inn í þessari bók. Og
búið til hérna Pinterest moodboard, hafa það sem wallpaperið þitt svo þú getur bara séð á hverjum degi oft hvað þú ætlaðir. Guys, eru þið ekki empowered? Oh my god, comment right now if you all feel empowered. Af því að orkan bara, ég að gefa ykkur orkuna. Og manifestation ekki bara óskhyggja, það tengist vananum þínum, sjálfsmynd, daglegum litum og aðgerðum sem styðja drauminn. Sko, ef að mamma væri hérna, þá myndi þú geta útskýrt hvað þetta þýðir. Ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir. Þannig að fyrir ykkur sem að skildu þetta, bara til hamingju. Ok, þannig að to sum that up, skrifa niður markmiðin ykkar, visualize them, búið til Pinterest board og þið getið aldrei verið delusional. Þú veist, svo lengi sem þú ætlaðir eitthvað og ert að vinna að því, þá ertu ekki delusional. Af því að ég hef sagt þetta nokkur sinnum, en fyrir meira en ári núna, að því ég er búin að vera að posta á TikTok í meira en ár, að ég var alltaf að segja í vinnunni minni, í sjoppuvinnunni minni, djöfull langar mig að posta TikTok, fá fría hluti fyrir að posta TikTok og fá borgað fyrir að sýna frí hlutina sem ég fekk og posta á TikTok. Þetta basically það sem ég að gera, þetta það sem ég að gera, en þetta auðvitað orðið miklu meira heldur en bara að fá free shit og fá borgað, skilurðu. Þetta það sem að gleður mig. Þetta bara veitir mig gleði að þetta svo skemmtileg vinna, þetta ótrúlega skemmtilegt og ef ég geti gert þetta primary vinnu sem ég by the way að fara að gera eftir áramót sem mjög scary. Ég ekki að fara að sækja mér, ég búin að segja upp og ég fer heim jólin. Þegar ég kem tilbaka til Reykjavíkur í janúar, ég ekki að fara að sækja mér vinnu, nýja vinnu, sem svolítið scary. Og ég ætla að, relya á TikTok. En þá hef ég líka bara allan daginn, alla daga í þetta. Og þá mun ég geta þetta. Þess ég mun 100% geta haft þetta sem primary vinnu. Þannig að þið ekki delusional, þú veist. Ef þið líður eins og sér delusional, þá getur þið notað mig sem dæmi. Af því að ég ætla mér allt. Ég ætla að vera fræg og flytja til Bandaríkjanna eða eitthvað. Ok, núna ráð til þess að komast nær markmiðinu þínu að skrifa það niður eins og ég er búin að vera að segja. Skrifa þau niður eins og þau séu þegar orðin að raunveruleika. Til dæmis, ég með eigið fyrirtæki. Í stað mig langar að. Þetta true. Þetta actually, ég þarf að fara að interpreta þetta. Ég frægur influencer. Ég frægur content creator. Ég já. Next. Visualisaðu daglega. Sjáðu fyrir hvernig það að lifa þessu lífi. Heyrðu. Bara sjáðu fyrir hvernig það að lifa þessu lífi. Skrifið líka niður bara ykkar bara daily life þegar þið eruð komin að þennan stað. Bara ég vaknaði klukkan þetta, fór í ræktina í bílskúrnum mínum af því þú bara með rækt í bílskúrnum. Fór síðan og stakk mér í laugina í garðinum. Fór síðan í sturtu og í sánuna sem við hliðina á. Bara eitthvað svona sem ykkur virkilega langar og fór síðan út að tana, tók upp nokkur vídeó og fór síðan á kaffihús, bara eitthvað svona dæmi, bara skrifaði niður draumalífið ykkar, draumadagurinn eða daglegi dagurinn þegar þú komin að annan stað. Vá, I love that, ég að fara að gera það næst. Affirmations, endurtaktu jákvæðar staðhæfingar sem styðja sjálfsmyndina sem þú vilt byggja upp. Bara affirmations. Það sem ég las þarna. Ég ekki mikið fyrir affirmations. Þetta ekki allt bara affirmations? Bara ég þetta. Take aligned action. Manifestation þarf líka action. Smá skref á hverjum degi sem færi þig nær markmiðinu. Eins og ef þú ert með dream body goals. Þá allt í lagi. Ég
ég verð að vera betri í ræktinni. Þetta eitthvað sem ég ekki nógu dugleg að prioritæsa heilsan mín yfir höfuð. Ég ætla mér svo mikið og ég gerir svo mikið að ég sjálf, heilsan mín, það endast alltaf neðst á listanum. Þannig ég þarf að vera duglegri af þessu. Sorry, smá sip hérna. En ef þú ert með Dream Body Goal, þá auðvitað ekki raunhæft að byrja bara hverjum degi, lyfta fucking þungu og eitthvað. Og ég ætla að blóta held ég, low-key. Ég búin að blóta svolítið mikið, sorry mamma. Og ég bara rosalega passionate right now. En það þýðir kannski bara líka ef þú ert hrædd við ræktina, bara byrjaðu að fara í einhverja þessa rækt og bara byrja að treadmill í 20 mínútur. Fara síðan heim og bara komdu aftur næsta dag, skilur. Þá ertu búin að fara í fyrsta skipti, veist hvernig þetta allt lítur út, veist hvað allt og þá kannski veistu líka klukka hvað betra að fara en annað, af því að þú fórst klukka 5 þá sérðu kannski hér óslega margir og ferð klukkan 10 eða whatever, skiluru. Og bara byggir þannig upp, skiluru. Næsta dag ferðu kannski á treadmill og í eitthvað eitt tæki og kannski fyrst þér ómikið og þá ferðu bara heim, skiluru. Þú veist, maður að taka action á hverjum degi í litlum skrefum og þannig nær maður gólinu sínu. Ef maður bætir alltaf ofan á, tekur action svona smátt og smátt, verður að meira og kemst nær markmiðinu daglega. Ok, love. Trust the timing, að vera með þolinmæði, því sumt tekur tíma og kemur öðruvísi en maður bjóst við. Þolinmæði is key í allt. Ég lekka low-key þolinmæði yfir höfuð. En ég búin að vera að pósta, TikTokið mitt ekki búið að vera eitthvað sem ég ekki með þolinmæði fyrir. Af því að maður þarf þolinmæði, mjög mikla þolinmæði fyrir þetta. Af því að maður stundum, þú veist, stundum gengur ekki allt upp eins og maður ætlaði. Sorry, hundur minn bara að trippa out right now. Efri vörun hans að twitcha ekki mikið. Allt í lagi? Ég held að það sé bara svoandi. Ok, anyways. Sorry. Hérna, hvað var ég að tala um? Þolinmæði. Já, ég með mjög mikla þolinmæði fyrir TikToki af því að stundum gengur ekki upp hvað maður ætlaði að taka upp. Þú veist, ég fíla að vera máluð. Það samt eitthvað sem ég ger ekki alltaf, skiluru. Ég þarf að mála mig, ég þarf að plana hugmyndavinnuna. Það eitthvað sem ég farin að leggja rosalega mikla vinnu í, að bara researcha og búa til quality vídeo, búa til handrit, ekki öllum samt, ekki svona real dæmi eins og þessu. Ég bjó til handrit, þú veist, ég bjó til bara punkta sem ég að fara að segja upp, en ég bý aldrei til einhvern veginn nákvæmlega hvað ég að fara að segja, af því að ég vil vera real. Og edita, taka það upp, þetta tekur allt ótrúlega langa tíma og síðan postar maður því og fær ekki jafn mikið á maður vildi. Sem allt í lagi, þú veist, síðan bara næsta vídeo, þá kemur kannski aðeins meira, þú veist. Þetta mjög uncertain og allt þessa vinnu mjög uncertain hjá mér. En þetta mun koma, eins og ég sagði áðan, peningur kemur, tækifærin koma. Þetta að fara að gerast, allt að fara að gerast. Sjáðu fyrir þér litlu sigrana og haltu utan þá. Þetta heldur momentinu gangandi. Þetta sniðugt. Vá, ég læri mjög margt líka sjálf. Bara skrifa niður sigrana og líka bara skrifa niður daglega sigra. Ég þarf að fara að kaupa með journal og journala á hverjum degi. Það eitthvað sem ég þarf að fara að gera. Kannski gera það með mér. Ef að þú ert að hugsa þetta, þið langar líka að journala, skrifa niður litla sigrana og líka það að finna eitthvað jákvætt á hverju degi af því að það mér finnst, ég hef verið frekar neikvæð en núna ég að bæta mig í því út af því að lífið ekkert ef þú ert neikvæður. Lífið, þú gerir það bara erfiðara fyrir þig sjálfa og eftir að ég kynntist Tinnu, my bestie, þá hefur bara my mindset low-key breyst af því að hún sér alltaf það besta og jákvæðasta í öllu. Það ógeðslega gott að umkringja sig með svoleiðis fólki.
þú veist, já, ég skil ekki hvernig hún bara svo mikið queen, sorry, ok, ég ætla ekki að tala mikið hana og og finna bara jákvætt í öllu, skrifa niður og ef að þú hefur erfitt með að halda jákvæðri þá veistu þú ert ekki ein og ef þú ert að sjá fólk á netinu sem að hefur allt gett perfect, það allt, húsið er að fullkomið, tækifærin eru, þú veist, þau virðast bara vera með öll tækifæri í heiminum, gengur allt ógeðslega vel hjá þeim, geðveikt, sæt fólk, þú veist, það er ekki allt fullkomið þar. Og ef að ykkur hefur hugsað það mig, bara vá, hún flutti frá litla heimabænu sínum og býr í Reykjavík, er að fá samstörf og pósta borgað frá fyrirtækjum. Þú veist, já, ég er búin að vera að vinna fyrir þessu ógeðslega lengi og dagarnir mínir eru mjög erfiðir, þú veist, þeir eru mjög langir. Ég er í vinnu, ég er í 100% vinnu með þessu öllu. Og ég flutti núna með kærastanum mínum og við erum bara í fyrsta skipti að vera actually fullorðins og þurfa að gera allt, skilurðu. Þetta er alls ekki fullkomið og ég skal nú segja ykkur það að það er ekki neitt fullkomið hjá neinum. Þótt að það líti þannig út. Og þá, ef fólk er með meira en annað, þá gæti það verið af því að þau eru búin að vera að vinna að því hart. Ég hef hitt fólk sem lítur út fyrir að vera geðveikt successful, eða þú veist það bara að það það, skilurðu, bara hefur allt, virðist þannig vera, en þau eru líka bara búin að vinna fyrir því, skilurðu, bara actually búin að vinna hart að þessu. Ok, nú fyrir við í svona it girl energy. Mér langar að segja ykkur, mér langar ekki að vera eitthvað svona snobbu, ég vona að þetta hljóma ekki þannig, en þegar ég var að tala við Íris Líf, ok, ég ætla bara að name drop hana, ég var að tala við hana einhvern tímann, þegar ég var nýflutt hingað í janúar, þá sagði hún við mig að, hún sagði þetta við mig svolítið seinna, að ég fékk gefins bók frá fyrirtæki sem hún var að vinna hjá og þetta var svona dagbók og ég auglýsti hana eitthvað aðeins en þú veist, og síðan notaði ég hana alveg fullt en ég fór síðan bara að skrifa allt niður í þessa og hún sagði við mig að hún var bara að leita af svona the it girl til þess að bara hafa áhrif á yngri kynslóðina kannski, skiljiði. Og hún sagði að ég væri it girl og ég var bara nei, hætti þessu, eitthvað. En þú veist, ég var bara eitthvað, ég hef aldrei hugsað mig þannig. Ég hef alltaf hugsað mig bara sem, ég veit það ekki, bara venjuleg. Ég kann ekki útskýra það. Og síðan segir önnur stelpa sem ég var að hitta daginn sem að er líka svona, þú veist, að posta á TikTok. Og hún sagði bara, já, einmitt, sama sem ég spurði eitthvað, finnst þér ég vera öðruvísi heldur en ég er á netinu? Og hún bara, nei, þú bara nákvæmlega eins og ert á netinu, eitthvað blablabla. Og hún sagði eitthvað að ég væri ykkur líka. Og ég bara, hvað er í gangi? Af því að ég er svo glöð einhvern veginn að heyra þetta. Að þú veist, ég hef aldrei hugsað mig ykkur. En það eru tvær stelpur sem ég lít alveg mjög til að segja þetta mig. Og ég bara, veit ekki hvernig ég var að hafa mér, sko. Mér fannst það bara geðveikt cute og bara kann að meta það geðveikt mikið. Og líka bara svolítið stolt af mér, af því að ef það er fólk að horfa á mig þannig, þá hef ég greinilega verið að gera eitthvað rétt. En ég sem þetta ekki að reyna að vera ykkur, skilurðu, en það er bara skemmtilegt, bara gaman að þessu. Þannig að innan, til þess að vera it-girl, þá eru tveir, þú veist, kemur af tveimur hlutum, hvernig þið líður að innan og hvernig þú displayir þig að utan. Og ChatGPT segir að self-confidence er stærsti lykillinn af því að vera it-girl, sem að mér finnst skemmtilegt af því að mamma mín hefur alltaf kennt mér since day one, since straight out of the womb, að þú veist bara, hún hefur bara kennt mér sjálfstraust, bara þú veist, ég veit hver ég er, I literally know who I am, skilurðu, þannig að leið og einhverjir, þú veist, haters don't get to me, literally, þú veist, at all, en ég er samt eiginlega með neina haters, eða þú veist, ekki neitt svona sem að ég hef ekkert í kommentunum mínum eða neitt, sko, þannig að auðvitað eru einhverjir
það alltaf að fara að vera einhverjir haters en þeir eru bara hvetja mann, I guess, þú veist, ég að gera eitthvað rétt. Og þannig já, skemmtilegt að þær segja að ég sé it-girl og síðan literally það sem að mamma mín hefur verið að kenna mér since day one að vera með sjálfstraust og sjálfsöryggi og self-confidence stærsti lykillinn að því að vera it-girl. Þannig að mamma, you did something right. Stendur hérna að setja mörk í vináttu / samböndum sem að mér finnst líka mjög mikilvægt. Þannig að, líka bara eftir að ég kynntist Tinnu, my bestie, hún literally búin að breyta lífinu mínu. Ég bara aldrei átt svona vinkonu. Þú veist, hún bara svo mikið ljós, Tinna. Ég geti talað hana á hverjum degi. En þú veist, hún bara, mér líður eins og sé fyrsta vinkona mín sem að segir bara, við erum náttúrulega líka, hún líka alveg orðin 20 og eitthvað, ég ætla ekki að, veit ekki hvort ég var að segja, en hún alveg 20 plus. Þá maður alveg búin að developa hérna á front heilan og hún sagði við mig bara eitthvað, ég kann bara svo mikið að meta vina sambandið okkar og við erum bara endalaust að hæpa hver aðra upp og bara erum svona að, hvernig á ég að segja það, við erum bara að svona vibrate off each other, skiljið, þeir hljótið að skilja hvað ég að tala um. Og hún segir það við mig, hún bara, ég kann svo mikið meta samband okkar og við erum bara, þetta svo gott vinasamband og sem að svo satt, þú veist, það svo mikilvægt að umkringi sig með fólki sem að þú veist, sem að alveg aligned with you og að gera eitthvað gott fyrir þig, þú veist, það svo mikilvægt. Þannig að shout out, þið skulu shout out to y'all's best friend sem að gera góða hluti fyrir ykkur, bara sem að að flourisha, sem að að nurtura hvora aðra. Sorry, ég ekkert að tala íslensku í þessum þætti hérna. En daily routines sem gera þér gott. Journaling, að hugsa vel um sig, hreyfing sem gefur orku. Þetta líka mjög, þetta eru punktar sem að ChatGPT segir til þess að vera it-girl. Þannig að skemmtilegt að vita þessu. Það líka svo aesthetic að vera að journala, það svo aesthetic að fara að hreyfa sig, posta cute little mirror selfie úr ræktinni og hugsa vel um sig, eins og að sofa nóg, borða vel og bara gera það sem þið finnst skemmtilegt. Lucky girl syndrome mindset. Þetta líka svo stórt. Ég þarf að fara að interpreta þetta meira í lífinu mínu. Að vera, samt maður ekkert eitthvað beint heppin, finnst mér. Þú veist, þetta manifestation. Bara ég heppin, það alltaf að fara að gerast. Vá, ég bara eitthvað að fatta þetta mitt þátt. En samt, ég ekki heppin fyrir þessu. Fyrir öllu sem ég hef right now. Ég búin að vera að vinna hörðum höndum sjálf að öllu þessu. En samt, lucky girl mindset alveg eitthvað sem maður getur interpretað. Að utan, hlutinir að utan til þess að líta út eins og it-girl. Í stað fyrir að feel like a it-girl, þetta til þess að líta út eins og it-girl. Dress for yourself. Fatnaður sem færir þig til að líða powerful. Þetta örugglega uppáhaldið mitt. Samt ekki af öllu þessu. Ok, það meira að koma. En samt, dress for yourself. Ég elska að dress up nicely. Að fara bara, þetta ekki gott, en ég er allt í einu komið með aðeins meira svona shopaholic í mér. Ég búin að vera mjög góð frá því flutninga af því að það var ógeðslega dýrt að búa hérna. Ég búin að vera freka góð í að kaupa mér ekkert. Ég man bara fyrir ári, í febrúar fyrir ári, ég var að panta mér 3 sinnum í viku eitthvað. Af því að ég þurfti ekki að borga fyrir neitt. Ég var að vinna og peningurinn fór bara í eitthvað random make-up og eitthvað sem ég þurfti nauðsynlega ekki, skiljiði. En núna hef ég verið svolítið mikið að fara að versla og mér finnst það ógeðslega gaman. Mér finnst svo gaman að kaupa mér nýjan sætan ból eitthvað. Og það alveg, mér finnst það alveg skemmtilegt og það svolítið
dýrt hobby en það samt alltaf í lagi ef þú átt efni á því að fara í eina búð og kaupa þér eitt sætan búl eða eitthvað til þess að sem að læta þig líða vel, skiljiði. En það alltaf fyrst og fremst að líða vel inside. Self-care rituals, húð, naglar. Naglar. ChatGPT good það? Neglur, hár, smá glam sem boostar mútið. Þetta svo satt líka. Ég hef verið svolítið mikið að taka pásu frá make-upi. Húðin mín hefur þurft á því að halda og líka bara ég alltaf running late. Það slæmt habit sem ég með, ég alltaf sein. En það bara fuglarnir outside eru going crazy. Og einmitt hætta þegar ég fyrir að þegja. Byrjar hann. Ok, sorry. Það svolítið mikið af truflunum þetta svolítið chaotic, en það minnst samt skemmtilegt. Vonandi finnst eitthvað skemmtilegt. Hvað var ég að segja? Já, húð, neglur, hár og smá glam. Ég búin að taka pásu frá make-up, en mér finnst svo gaman. Ég var að fá með make-up done by Kalli. Shout out to Kalla, hann bestur. Ef að þið þurfi glam, þá bókiði Kalla. Hann bestur, best in the game. Og það var svo gaman og mér leið svo vel og ég fór í myndatöku eftir það og ég var bara eating up, ég var bara shit hvað make-up flott. Make-up gerir hlutina svo skemmtilega, þú veist, mér líður ógeðslega vel núna af því að ég alveg glammed up ef ég sjá, eða þú veist, bara svona daily make-up. En það definitely gefur alveg it-girl energy að vera alltaf put together. Hárið mitt reyndar alveg ógeðslegt right now, en það sést eiginlega ekki, þannig að ég svolítið ánægð með það. Ég ætla bara að wash my hair tonight eða gera slick back. Nei, ég ætla að wash it, ok. Ég með það habit síðan að alveg ekki stóða á mér hárið í svolítið langt tíma sem alveg gott fyrir hárið af því að þá næ ég að halda því, þú veist, það helst lengur hreint þegar ég ekki að þvoða alltaf. En þá ég alltaf með slick back og slick back fyrir mér ekki það vel, finnst mér. Þú veist, jú, en mér finnst ég flottari með hárið niðri en ekki þegar það alveg svona skítugt. Neglur. Ég hef verið að fara til Henny Nails frá því í janúar. Og ég var að hætta og ég bara, ég vona að þetta hún ekki að hlusta. En það bara, ég á ekki efni. Núna ég flutt inn og það bara, ég þarf að prioritize mat, leigu, bílinn minn, bara allt, skilurðu. Þannig að ég hef ekki tíma og pening að vera að fara í neglur right now, síðan kem ég aftur better than ever og fæ mér neglur á hverjum mánuði þegar peningurinn kominn af því að hann kemur. En ég keypti mér press-on neglur bara daginn fyrir myndatökuna af því að ég var ekki fara að vera með mínar ógeðslega stuttar neglur í myndatökunni og þær búin að haldast á í 3 daga. Þetta 3. dagurinn. Ég vissi ekki að press-on væri svona lengi og þær alveg pikkfastar. Þannig að, já, ég ætla að prófa neglunar hjá Label Beauty. Sjá hvernig þær ég svolítið spennt. Og smá glam sem bústa mútið. Já, bara málið ykkur eins og þið viljið. Og maskari, það náttúrulega alveg iconic bara að vera með maskara. En samt, verið bara, ef þið viljið ekkert að mála ykkur, það alltaf í lagi líka af því að það alltaf fyrst og fremst að vera confident in yourself, skilurðu, að innan. Og síðan má gera þessi skemmtilegu details eins og að mála sig, kaupa sér nýja föt, bla bla bla. Já, smeltu inn signature thing sem að gera þig extra memorable, til dæmis ákveðin ylvatn, make-up style, jewelry vibe. Ok, þetta skemmtilegt svona side thing til þess að gera. Ok, ég búin að jappa núna í 40 mínútur, vonandi þið jafn empowered og ég right now. Ég var að hæpa mig sjálfa upp, þetta bara, ég hæpa mig sjálfa upp þáttur. En þið munið vera ykkar í ykkar lífi og peningurinn kemur til ykkar því ég vil að þið segja með mér. Segja bara right now, ég ætla að gefa ykkur 10 sekúndur til að segja, þið megið segja upphátt right now hluti sem að þið ætlið ykkur. Bara til dæmis
peningurinn kemur, ég verð frægur content creator, ég verð successful, segja upp á þetta now. Hvað verður þú? Segðu mér. Ok, það flott. Það enn betra. Ok, period. I love it. Þið ætlið að verða þetta og þið muni ná þessu. Núna skulið þið fara að skrifa niður hvað draumalífið ykkar hvernig þú ætlar að ná því. Og af því að ég orðin leið á þessu boring pressa að fara í skóla, finna 9 to 5 og whatever. En ef þú ætlaði þér það, gjör svo vel. Bara happy for you að þú veist hvað þú ætlar að gera líka. Það bara æði líka af því að ég ógeðslega jealous út í fólk sem veit nákvæmlega hvað það að gera. Þannig að endilega skrifið niður svona góða hluti, skrifið niður ykkur góð habits og bara vonandi hjálpa þetta ykkur öllum sem að hlusta og vonandi þið bara empowered eftir þennan þátt. I love this energy, vonandi fílið þið þetta. Bleikflögg mætt aftur á hvað heitir þetta? Svona regular tímum. Ég að fara að posta fyrir ykkur regularly núna. Og já, endilega sendið mér bara hvað sem ég svara spurningum, ég svara öllu og það væri skemmtilegt að gera smá wrap up af því að ég ætla að hafa 10 þætti í season 1. Síðan kemur season 2 eftir 2 þætti viðbútt. Þannig að já, takk kærlega fyrir að hlusta. Þú ætlaðir allt sem þú ætlar, eins það sem þú að segja mér áðan. Og já, takk fyrir að hlusta. Bless.